Herru, jæja, komið í sælætsumil. Velkomin í Dómarahótt Davíðs þátt nummer 2. Þættinu var að berast bréf og það þetta atriði KR Keflavík í gær þar sem að boltinn sleginn af hringnum eftir að leiktímanum líður. Dómararnir koma saman og enda á því að gefa KR góða og bara svona, þetta var mikið rætt í þættinum hérna í gærkvöldi og það kemur ekkert óvart þetta verið rætt í þættinum í kvöld. Þess vegna held ég sé bara best að fá þetta útkljátt bara fyrir fullt og allt. Og áður en að við förum aðeins í þetta allt saman, að þá hugtak sem að, og svona nýjungar hjá FIBA sem að mig langar aðeins að koma ykkur inn í. Og þetta hugtak svona nýjung, frekar nýleg nýjung sem að FIBA kallar bara einfallega protocols eða bara svona, ef að segja bara viðmiðunarreglur, bara það sem að FIBA vill að allir dómarar geri. Og eina af ástæðanum fyrir því, af hverju FIBA fór að stað með þetta hugtak, protocols, að því að þeir hérna út í Evrópu fóru að taka eftir því að þeir sem að dæmdu í Tyrklandi, að þeir dæmdu aðeins öðruvísi heldur en þeir sem voru að dæma í Finnlandi. Og þeir sem dæmdu í Serbíu, þeir dæmdu aðeins öðruvísi heldur en þeir sem dæmdu í Litáen eða skiljið. Svona menn voru með svona kannski sínar hefðir og sína takta, þannig að eitt af svona megin markmiðum hjá Evrópska körfuknattleikssambandinu var að ná að samræma dómgæslu út alla Evrópu. Þannig að allir dómarar dæmi eins. Og í þessari sameiningar eða svona samræmingar herferð að þá fóru þeir í rannsóknarvinnu og rannsöku ýmis atriði og tóku eftir því að þegar að það vafi á mismunandi atriðum að þá oftar einhver svona eitt rétt svar. Þetta hljómar svolítið flókið en þetta mjög einfalt og ef við tökum bara dæmi að ef að einhver að keyra körfunni og það brotið á honum og það svona vafi hvort hann sé búinn að taka upp boltan og sé að fyrir skot eða hvort hann sé ekki enn búinn að ná valda boltanum og ætti þá að vera innkast í staðinn fyrir 2 vítaskot, að þá oftar, eftir að þeir horfa á vídeo og spilda hægt, að þá oftar að hann sé búinn að taka upp boltan. Þannig að þeir sögðu bara, ef að það vafi hjá dómarnum hvort hann sé búinn að taka upp boltan og eigi að fara í þá 2 vítaskot eða hvort að það sé bara innkast á gólfinu, að þá á vafinn að vera sá að hann á að fá 2 vítaskot. Það að segja að hann búinn að taka upp boltan. Ef að það vafi hvort að dómarinn ekki viss, hvort að hann sé búinn að sleppa boltanum í áður en að flautan gellur í 24 sekúndum eða þegar leiktímanum lýkur, að þá hann ekki búinn að sleppa boltan. Og þetta bara yfirskrift frá FIBA sem að þeir kalla protocols og þeir með mismunandi mörg protocols og þeir vilja bara að allir dómarar í Evrópu geri protokolin eins. Það hefur verið bara ykkur að segja ansi erfitt að innleiða þetta á Íslandi bara á alls konar ástæðum sem að ég ætla ekki að fara mjög djúpt í hér, en eina af þessum protocols ef það vafi hvort að það sé basket interference eða goaltending eða ekki, að þá á að vera goaltending eða basket interference. Og þannig bara protocols. Þannig að í þessu tilfelli, ef að það einhver spurning, bara dómarinn flautar, ég ekki viss, bara þeir koma saman, hvað finnst þér? Já, ég ekki alveg viss að þá þurfa þeir ekki að koma saman. Ef þú ert ekki viss, þá interference eða goaltending. Ef að ég dæmi villu þegar að dræfa körfunni og þetta gerist mjög oft að sérstaklega segjum bara einhver ungu dómar að dæma með simma eða kitta eitthvað og hann dæmir og hann eitthvað svona kemur labbandi til simma og þarf að spyrja simma hvað finnst þér á þetta að vera á gólfinu ekki, þá á hann ekki að þurfa að spyrja hann. Bara ef þú ert ekki viss, þá 2 skot. Þannig að það þessi yfirskrift frá FIBA sem þeir kalla protokol. Þannig að hafandi það til hliðsjónar í þessari klippu að þetta sé protokolið. Ef þú ert ekki viss, þá bara goaltending og interference. Og reglan í þessu öllu saman sú að
það má ekki slá boltan af hringnum eftir að leiktímanum lýkur ef að boltinn á ennþá einhverja möguleika á að fara ofan í körfuna eða ekki. Og nú bara horfa á klippuna, sjá hvað stendur. Toms Leimanes, 10 sekundur eftir. Hver kemur? Linnars kemur í skrínið. Toms Leimanes ennþá með hann. Hann ætlar ekki að senda Toms Leimanes 4, 3. Toms Leimanes fötur á körfuna, fer í skoti. Og gengur ekki og hvað? Ok, sko, nú er ég búinn að horfa á þetta ansi oft og ég er búinn að horfa á þetta frá mörgum mismunandi sjónarhornum og ég ætla að segja það að líklega hefði þessi bolti ekki farið ofan í. Ég myndi segja að það séu talsvert meiri líkur á því að hann myndi ekki fara ofan í heldur en að hann færi ofan í. Það er líka til vídeo að þessu frá endalínni KR megin og þar sér maður með þess að aðeins betur hann er að öllum líkindum ekki að fara ofan í, en ég myndi í þessari aðstöðu og eftir að sé vídeoið þá myndi ég samt sem áður aldrei nokkuð tíman leggja líf mitt að veði að þessi bolti gæti ekki mögulega hafa fengið eitthvað smá snúning í seinna skoppin á hringnum og skoppaði lokin aftur á hringin og eitthvað í spjaldið og stoppa aðeins og leki ofan í. Ég ætla ekki að leggja líf mitt að veði undir því og þess vegna verða dómararnir að fylgja protocols og bara það er ekki svona, ef að segja definitively, það er bara ekki með fullri vissu hægt að segja að þessi bolti myndi aldrei fara ofan í og þá verða menn bara að fara eftir protocols sem að er basket interference eða goaltending og þess vegna áttu þessi 2 stig að gilda. Frábær dómur hjá Bjarnar Hlíðqvist sem að mínum að bara svona side note er líklega top 3 dómar í þessari deild. Búin að standa sig ansi vel, búin að vera á mikilli sveiflu og ótrúlega gaman sérstaklega fyrir mig sem er mikið áhuga á dómgæslu og svona þessum litlu þáttum sem að gera dómar af frábærum dómurum og hann er klárlega á svakalega flottir leið. Þætti 2, formulega lokið, takk fyrir að hlusta, hann var ansi langur. Í næsta þætti þá ætlum við að fara yfir önnur hugtök sem að FIBA var að innleiða líka sem eru svona ný hugtök og þau eru svolítið nördaleg en skipta gríðarlega miklu máli og þar ætlum við að fara svolítið yfir það bara akkur það gengur illa að innleiða þetta á Íslandi og sýna ykkur þegar að það er verið að gera þetta vitlaust og illa hvað það kemur eða bara ekki að fylgja þessum nýjungum hvað það kemur illa út þá fyrir leikinn og ég er hérna aftur að því sögðu ekki hérna til að vera ykkur varðhundur dómara, ég er hérna til að taka áhugaverð case og gefa bara rétt á greina góða útskýringar á því eins allavega besti vitneskju og næst langar mér að taka svolítið þegar að þegar að það er ekki verið að gera hlutina nægilega vel af því það þarf þetta líka að fjalla um það. Alveg í lokin bara til að fá það staðfest að þá sem sagt sendi ég þessa klippu erlendis, sendi hann á 3 dómara sem að dæma á efsta leveli í FIBA sem er að dæma í svokallaði Champions League, BCL og þeir sögðu allir um hæl og sögðu bara basket, þetta er bara klár karfa, þannig það er ekki eitthvað sem að þarf að ræða betur. Takk fyrir mig, gaman að sjá okkur, þangað til næst.